Góðan dag. Eins og fram hefur komið heiti ég Sverrir Guðmundur Guðmundsson og ásamt minni fjölskyldu bóndi á Núpi undir Eyjafjöllunum. Ég verð að viðurkenna að ég átti erfitt með að staðsetja mig í hópi þeirra einstaklinga sem fram hafa komið fyrir hönd Áfram Ísland, forstjórar, frumkvöðlar, fræðimenn og meira að segja fyrrverandi forseti. En það þýðir ekki fyrir mig að vera með minnibótakennd þegar kemur að því að taka slaginn í Evrópusambandsumræðunni og þó svo að bændur séu ekki og hafi aldrei verið ofarlega í lagskiptingu þjóðfélags að þá það nú samt þannig að þeir hafa alltaf verið hornsteinn samfélagsins. Það mikill heiður að fá að standa hérna og leggja lóð á vogarskálarnar og ætla ég aðalega að ræða það sem ég hef reynslu og vit á sem búskapur og þá aðalega kúabúskapur. Mér langar til þess að reyna að koma til skila í þessari ræðu hversu gífurlega mikilvægur landbúnaður fyrir samfélög, sama hvar þau eru staðsett. Ef við byrjum á því að spóla tilbaka og byrja á byrjuninni sem að sagan, sú íslenska sjálfsögðu, segir okkur að hafa verið í kringum 970 að þá miðað við frásagnir var að vera ljóst að Ingólfur Arnarson átti orðið ákaflega erfitt með að lúta stjórn annara og var þetta stjórnunar óþol og óslökkvandi þörf fyrir sjálfstæði helsti drifkrafturinn á bakvið landnám Íslands. Og það fyrsta sem Ingólfur tók með sér í landnámsföruna var búfénaður og bændur. Því Ingólfur Arnarson var höfðingi og skipuleggjandi og hann vissi að án búfénaðar og bænda sem höfðu þekkingu á umhirðu búfjár og ræktu lands hefði landnámið misfarist á fyrsta árinu. Og eins ótrúlegt að það hljómar að þá þurfa Íslendingar enn þann dag í dag á mat að halda til þess að lifa af. Og þó svo að við nútíma Íslendingar höfum aldrei þurft í seinni tíð að líða skort á matvælum að þá hefur það ekki alltaf verið staðan hér á okkar harðbýlu eyju. Hlutverk íslenskra bænda hefur tekið stórfelldum stakkaskiptum á síðustu öld. Okkar hlutverk hefur breyst úr því að vera frumstæð tilvistarbarátta við náttúruöflin í að vera rekstrarleg og fjárhagsleg barátta við markaðsöfl og hagræðingarkröfur. Og talandi hagræðingu, í kringum aldamótin 1900 var talað á Íslandi eina dagssláttu. Ein dagslátta var það flatamál hvað einn maður gat slegið með orf og ljá, sem var 30 faðmar á lengd og 30 faðmar á breidd. Og ef við umreiknum þetta í nútímalegri mælieiningu að þá var ein dagslátta cirka að 3 menn gátu slegið 1 hektara á heilum degi. Í dag getur einn maður á traktor slegið 1 hektara á 10 til 15 mínútum. Árið 1994 voru á Íslandi tæplega 1400 kúabændur sem framleiddu samtals 102 milljónir lítra á mjólk á ári. Í dag eru kúabændur 445 og framleiddu þeir 157 milljónir lítra á mjólk árið 2025. Það gerir 385% aukningu á hvert bú. Ég gæti líka farið yfir þá gífurlega hagræðingu sem hefur orðið á hinum enda mjólkuriðnaðarins, það að segja afurðastöðunum. En sú hagræðing fer víst eitthvað fyrir brjóstið á þeim sem hafa hvað hæst hagræði og samkeppni í landbúnaði, þannig að ég ætla að hlífa ykkur hér í dag við þeirri umræðu. En árið 2012 útskrifaðist ég úr búfræði á Hvanneyri og við, útskriftarhópurinn, fórum í útskriftarferðalag. Ferð okkar var heitið til Frakklands og Belgíu þar sem við skoðum landbúnaðarhætti, fórum á landbúnaðarsýningu og svo þar sem við vorum nokkrar nætur í Brussel var ákveðið að koma við í Parlamentsbyggingunni höfuðstöðvum ESB. Þar fengum við fyrirlestur landbúnaðarmál og framtíðarsýn ESB á landbúnaði. Í þessari kynningu
kom fram á teikniborðinu væri að afnema mjólkurkvótann og sækja fram á heimsvísu með sölu á mjólkurafurðum. Einnig kom fram að með þessari tímamóta aðgerð ætti að nást ákveðið hagræði í landbúnaði. Til dæmis sáu þau fyrir sér að mjólkurframleiðsla myndi færast í meiri mæli til norðvestur-Evrópu þar sem auðveldast og hagkvæmast að framleiða mjólk. Og svo að ávaxtarækt ætti að færast sunnar í álfuna og rótargrænmeti norður og svo framvegis. Þetta eru svo sem ekkert fráleitar hugmyndir ef að maður læriði aldrei að setja ekki öll eggin í sömu körfuna. Þessum áformum var harðlega mótmælt meðal kúabænda innan Evrópusambandsins og eins ótrúlegt og hljómar að þá var ekki hlustað á það. Árið 2015 var kvótinn svo afnuminn. Framleiðslan jókst til muna en svo reyndar brugðust markaðsforsendur strax sama ár. Rússamarkaður hvarf á einni nóttu vegna viðskiptabanns í kjölfar stríðsbröls og svo kom það í ljós að Evrópusambandið hafði stórlega ofmetið eftirspurn Kínverja á mjólkurvörum. Verð til bænda hrundi, minni fjölskyldubú fóru umvörpum á hausinn eða hættu en önnur bú stækkuðu. Á vissu leyti gekk planið upp. Mjólkurframleiðsla í ESB jókst mikið á stöðum þar sem hagkvæmara að framleiða eins og til dæmis Írlandi og Hollandi, en hún dróst saman á stöðum eins og Svíþjóð og Finnlandi. En nú reyndar svo fyrir komið að þegar að búin til dæmis Írlandi stækkuðu að þó jókst niturmengun í grunnvatni. Og sá ESB sig knúið til þess að setja reglur sem takmarka fjölda kúa á flatarmál. Þessar reglur eru eins og svo margt annað í ESB ekkert sérstaklega einfalt að útskýra en ég ætla að reyna að gera það í eins stuttu máli og ég kemst upp með. Takmörkunin virkar sem þannig að kúafjöldinn takmarkaður með ákveðnu hámarki af köfnunarefni sem má dreifa á hektara á ári. Þannig að hver kú skilar af skítur 80 til 110 kílóma köfnunarefni á ári og þannig má hafa cirka 1,5 til 2 kýr á hektara. Ég held að orðatiltækið að skíta í eigin brunn hafi sennilega ekki passað við neitt jafn vel og þetta snilldarplan. Hollensk stjórnvöld hafa þegar eytt rúmlega 270 milljörðum íslenskra króna í að kaupa upp og loka kúabúum. Þetta eru 1,8 milljarðar evra fyrir þá sem að vilja hugsa í evrum. Sem sagt, það að setja öll eggin í sömu körfuna eða eins og í þessu tilfelli allar kýrnar á sama stað til þess að hagræða var ekki vanlegt til vinnings. Íslenskir bændur hafa margir hverjir ekki legið á skoðun sinni varðandi aðildarviðræður að ESB og ég hef að sjálfsögðu fylgst með og reynt að kynna mér báðar hliðar umræðunar og þar hefur sér gagnrýni á bændur fyrir að vera með eigin hagsmunasemi og að þeir séu heimóttarlegir fyrir það að vilja ekki kíkja í pakkan. Málið það að pakkin pakkaður inn í sellófan. Við vitum hvað býður. Bændur innan ESB standa nú frammi fyrir því ofan í allt annað sem þeir þurfa að glíma við innflutning frá Mercosur-löndunum vegna fríverslunarsamning sem að taka gildi í þessi misserin. Þeir eru brjálaðir, þeir mótmæla, en enn og aftur að hlustar enginn á þá. Einn af hverjum 5 bændum innan ESB sjá fram á að hætta búskap á næstu árum. Það er engu líkara en Evrópusambandið ætli sér að fórna eigin fæðuöryggi á altari mammons. Er þetta það sem við viljum? Nei. Áfram Ísland!